Síða 4 í verkefni 8 á blaðsíðu F13. Formúlurnar í D2 og I2 eru uppgefnar í bókinni. Ef ég smelli hér á og skoða formúluna, þá er það 420.000 plús 420.000 sinnum 4,2. Og af því að plús og mínus skipta liðum, að þá byrjar hún á að segja B2 plús B2 leggur margfaldar þetta saman og leggur síðan við þetta. Ef ég hefði bara margfaldað saman þá hefði ég fengið hækkunina og þurft að leggja hana síðan við, en í staðinn fyrir að setja þetta upp í 2 breytur þá setja ég þetta í eina breytu hér. Og sama hér, að hjól kostaði 46.000 og það er lækkað 12%, og þá er það fulla verðið mínus fulla verðið sinnum afslátturinn sem er 12%. Hér er bíll sem kostar 1,8 milljónir, hækkaður 12%. Það er sama aðferð og hér. Það er fulla verðið plús fulla verðið sinnum prósentuhækkunin, og hér er sama aðferð og hér, að það er G5 mínus G5 sinnum H5 sem er verðið og afslátturinn. Ekki skrifa prósentuna eða einhverjar tölur, heldur vísiði alltaf í hólf. Ef það breytist, þá breytist niðurstöðutalan. Og ég ætla að vista.